Það var líf og fjör í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar í dag, enda vetrarfrí í grunnskólum landsins og veðrið eins og best verður á kosið. Og staðarhaldarinn Guðmundur Karl hafði nóg að snúast þegar við á N4 litum við. Guðmundur Karl, þetta bara eins og í útlöndum eins og sagt er. Já, þetta alveg dýrðardagur í dag og þetta dagurinn sem að fólk að koma í vetrarfrí. Þetta fyrsti dagurinn af 4 og nú vetrarfríin á höfuðborgarsvæðinu. Og fólk fór að streyma hérna í gær og gerir í dag og svo líka morgun. Núna þegar þetta viðtali tekið miðjan daginn, getur það áætlað hversu margir eru núna hérna? Já, þetta eitthvað svona 1500 manns og klukkan rétt 1 og þetta náttúrulega 95% kemur hinu með við Holtavera hérna held ég. Já, þetta sem sé skólafríið þetta árlega? Já, þetta bara þetta árlega frí sem að fólk hélt fyrir mörgum árum að nú bara til trafala sko. En nú fólk farið að nýta vetrarfrí til þess að vera saman með fjölskyldunni og meðal annars að fara á skíði. Hlíðarfjalli, gerið þið út á þetta? Það markaðsetja fjallið sérstaklega í kringum þessa daga? Já, við lengjum opnun og setjum inn sérstaklega skíðaskólatíma og þess áttar og reynum að auglýsa þetta og þetta bara orðið svipað á páskar. Það ekkert svona þegar við gerum upp þessa viku þá þetta bara svipað á páskarnir. Þannig að þetta næst stærsta eða jafnvel stærsta helgin? Já, þetta er klárlega næst stærsta og svo fer það bara eftir hvernig páskarnir verða. Að þá gæti þeir orðið stærri en til dæmis í fyrra þá fauk nú bara vetrarfríið út í veður og vind sko. En veðurspáin, hún lofa góðu? Já, hún hefur sjaldan verið eins góð eins og núna og veðrið búið að vera mjög gott í vetur. Og við sjáum það bara aðsókn á fjallinu og líka á skíðafærinu. Það búið að vera alveg afbragðs gott. En manni virðist staðan vera svo að foreldrar komi með börnunum í þónokkum mæli? Já, þetta fjölskyldan, hún að koma og krakkarnir fara í skíðaskólan og foreldrarnir renna sér og svo mætast þau eftir skóla og fara þá að renna sér saman. Hvað með svona aðra starfsemi í Hlíðarfjalli fyrir utan brekkurnar? Þið eru að leigja þá út skíði og það veitingasal og svo framvegis? Já, við erum með skíðalegu sem erum með 400 pör af skíðum og ykkur 200 snjóbretti og það bara alveg lússandi gangur í því í dag og svo náttúrulega þurfa allir að borða og fá sér franskar og kakó og svo erum við hérna með A-Prep-bar sem að Akureyri Backpackers að sjá hérna og þannig að það svona mikið stemming. Þannig að þetta skiptir ykkur töluvert svona upp á bókhaldið til dæmis? Já, þetta er 25-30% af veturinn sem að koma hérna inn á þessum dögum hérna í vetrarfrínu. En hvað með margfældis áhrifin? Fólk það kaupi þá gistingu og á veitingastöðum og svo framvegis? Já, það eru allir hérna sem eru hérna hjá okkur í dag. Þeir eru lang flestir í einhverju aðkeyptri gistingu og fara svo út að borða og hérna, þannig að þetta hefur mikil áhrif á samfélagið. Hvað með skíði og bretti? Einhver tíska núna? Þetta bretti náðu ákveðnum toppi fyrir nokkrum árum en þau hafa nú svona staðið í stað og aðeins að dala og skíðin að koma aftur sterk inn og það nýjasta það að þessi svokölluðu twin tip tvítoppaskíði, þar sem hún getur rennt aftur og bak og áfram án þess að það hafi nokkra áhrif á landslagið og þess að þannig að það svona sérstaklega með yngra fólksins, það þessi tvítoppaskíði. En þú núna þessa dagana, þú vaknar snemma og ferð seint að sofa og starfsfólkið allt í Hlíðarfjalli? Já, við vöknum ekstra snemma og það er mikið álag á starfsfólkinu enda þetta alveg frábært fólk sem vinnur þetta. Og þakkar fyrir góða veðrið? Og við þökkum fyrir hvern einasta dag sem að góða veðrið kemur.